Ég segi fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs 17. Þetta fundur númer 276 og haldinn hér í fundarsal bæjarstjórnar. Á þessum líka viðrisdegi. Þetta síðasti bæjarstjórnarfundur þessarar bæjarstjórnar. Næsti bæjarstjórnarfundur þá verður ný bæjarstjórn tekin við. Dagskráin sem liggur fyrir þessum fundi í 11 liðum og fyrsti liður á dagskrá bæjarráð Fljótsdalshéraðs og það Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerð og drög á bókunum. Forseti, gott fundarfólk. Fundargerð bæjarráðs sem hér liggur fyrir númer 428 og hún í 14 liðum og 4 liðir eru sérstaklega teknir út úr þessari fundargerð. Það hér fyrst liður 1.3 viðaukar við fjárhagsáætlun 2018, lagður fram viðauki númer 3 við fjárhagsáætlun 2018 og þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að hækka fjárheimildir á málaflokki 21 9 milljónir vegna kostnaðar og vinnu við innleiðingu persónuverndarlaga. Upphæðin tekin af málaflokki 27. Áhrif á niðurstöðu reksturs og sjóðstreymis eru því engin. Liður 1.8 innkaupareglur Fljótsdalshéraðs og þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að innkaupareglurnar verði samþykktar eins og þær liggja fyrir fundinum. Og liður 1.10 eigendastefna ríkis fyrir jarðir, land, lóðir og auðlindir og þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn ítrekar fyrri áherslu sínar í málinu og sér ekki forsendu til að breyta þeim. Bæjarstjórn tekur jafnframt undir með bæjarráði og óskar eftir fundi með forsvarsmönnum ríkiseigna þar sem tíðar áherslur vegna ríkisjarða verða ræddar. Og þá það liður 1.14 sumarlokun bæjarskrifstofu. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að sumarlokun bæjarskrifstofunar 2018 verði frá og með mánudeginu 23. júlí til og með föstudeginu 3. ágúst. Nú, þá hefur við farið yfir þessa liði sem út voru teknir úr fundargerðinni sem hér á öðru leyti lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið við að kynna efni þessara fundargerðar og orðið laust. Engi hvað sér ljós, þá mældarskrá loka og við göngum til afgreiðslu. Það þá fyrst liður 1.3 sem viðaukar við fjárhagsáætlun 2018, þeir sem samþykkir tillögunni gefið merki. Það samhljóða. Það liður 1.8 innkaupareglur Fljótsdalshéraðs, þeir sem samþykkir tillögunni gefið merki. Það samhljóða. Það liður 1.10 eigendastefna ríkisins fyrir jarðir, land, lóðir og auðlindir, þeir sem samþykkir tillögunni gefið merki. Það samhljóða. Og að lokum það liður 1.14 sumarlokun bæjarskrifstofu, þeir sem samþykkir tillögunni gefið merki. Það samhljóða. Þá hefur við lokið að fara yfir efni þessara fundargerðar. Næst það annar liður á dagskrá og það einnig bæjarráð Fljótsdalshéraðs og það Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerð og drög á bókunum. Forseti, gott fundarfólk. Fundargerðin bæjarráðs númer 429. Þessi fundargerð í 7 liðum og
séu ekki annað en að 5 liðir séu þar teknir út. Það er fyrst liður 2.2, langtíma fjárfestingaráætlun. Á fundi bæjarráðs var farið yfir hugmyndir gerð útikörfu boltavallar í íþróttamiðstöðina sem verið hefur í undirbúningi sinn. Og þar er eftirfarandi tillaga að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að fela bæjarstjóra að ræða framkvæmdina við stjórn körfuboltadeildarinnar og gera tillögu fyrirkomulag hennar. Liður 2.3 viðaukar við fjárhagsáætlun 2018. Á fundi bæjarráðs lagði fjármálastjóri fram viðauka 4 við fjárhagsáætlun ársins 2018 vegna auka deildar fyrir leikskólabörn. Heildarkostnaður verður 14.693.000, þar til frádráttar koma leikskólagjöld upp á 1.500.000. Nettokostnaður verður því 13.193.000. Kostnaði verði mætt þannig af lið 0404 það teknar 4.600.000, af lið 0414 2.500.000 og af lið 0010 krónur 3.645.000 og loks af lið 2700 krónur 2.448.000. Og eftirfarandi tillaga fylgir að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn framangreindan viðauka. Liður 2.5 samningaviðræður vegna Kröflulínu 3 /fundarboð lögð fram drög að samningi milli Landsnets og Fljótsdalshéraðs vegna fyrirhugaðrar lagningar Kröflulínu 3 jörðina Sænautasel sem í eigu sveitarfélagsins. Og þar er eftirfarandi tillaga að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að samningurinn verði samþykktur og bæjarstjóra verði falið að undirrita hann. Liður 2.6 jafnlaunavottun. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að gengið verði til samninga við PVC verkefnastjórnun á innleiðingu jafnlaunavottunar á grundvelli fyrirliggjandi tilboðs í verkið. Liður 2.7 umsókn leyfi til að halda torfærukeppni í Míniskrúsum 1. júlí 2018. Og þar er eftirfarandi tillaga að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að veita umbeðið leyfi dagana 30. júní til og með 1. júlí með þeim fyrirvara að allra nauðsynlegra leyfa og trygginga verði aflað. Þá hef ég farið yfir liðina sem út voru teknir úr þessari fundargerð sem hér lögð fram til afgreiðslu og umræðu og afgreiðslu. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er laust efni þessara fundargerðar. Hafur enginn kvað sér hljóðs, þá mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu. Fyrst er það liður 2.2, það er langtíma fjárfestingaráætlun, þeir sem samþykkir tillögunni sem liggur fyrir gefið merki. Það er samhliða. Og það er liður 2.3, viðaukar við fjárhagsáætlun 2018, þeir sem samþykkir tillögunni gefið merki. Það er samhliða. Og það er liður 2.5, samningaviðræður vegna Kröflulínu 3, þeir sem samþykkir tillögunni gefið merki. Já, takk. Það er samhliða. Það er liður 2.6, jafnlaunavottun, þeir sem samþykkir tillögunni gefið merki. Það er samhliða. Og það er liður 2.7, umsókn leyfi til að halda torfærukeppni í Míniskrúsum, þeir sem samþykkir tillögunni gefið merki. Það er
er samfélag. Þá höfum við afgreitt þennan annan lið. Næst er það þriðji liður á dagskrá og það er atvinnu- og menningarnefnd og það er Guðmundur Sveinsson Kröger, bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerðina og drög að bókunum. Forseti og ágætu fundarmenn, það er fundargerð atvinnu- og menningarnefndar númer 70 og hún er í 8 liðum og það er 5 liðir teknir út og það er liður 3.1, það er fjárhagsáætlun atvinnu- og menningarnefndar. Þar er lagt til að bæjarstjórn samþykki að vísa áherslu nefndarinnar til vinnu við lokafrágang fjárhagsáætlunar á komandi hausti. Liður 3.2, Ormsteiti 2018, fyrir liggur drög að samningi við menningarsamtök héraðsbúa Ormsteiti 2018 og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi drög að samningi við menningarsamtök héraðsbúa með áorðnum breytingum. Liður 3.3, örnefnaskráning. Fyrir liggur gögn er varðar örnefnaskráningu innan Fljótsdalshéraðs. Bæjarráð samþykkti á fundi 14. maí síðastliðinn að vísa erindinu ásamt minnisblaði umhverfisfulltrúa til atvinnu- og menningarnefndar til frekari skoðunar og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn að farið verði í örnefnaskráningu sveitarfélaginu á kerfisbundinn hátt. Bæjarstjórn felur starfsmanni atvinnu- og menningarnefndar að leita leiða til að hrinda verkefninu af stað. Leita verður til félag eldri borgara mögulega aðkomu á verkefninu sem og bréfritara. Það er liður 3.4, fjölmenningarhátíð, styrkumsókn. Fyrir liggur styrkumsókn frá menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs vegna fjölmenningarhátíðar sem haldin var í Sláturhúsinu menningarsetri 21. maí síðastliðinn og það er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn að verkefni verði styrkt krónur 50.000 sem tekið verði af lið 0574. Nú að lokum er það liður 3.8, það er samningur uppbyggingu menningarhús. Fyrir fundi atvinnu- og menningarnefndar lá undirritaður samningur byggingu menningarhús á Fljótsdalshéraði og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og fagnar þeim langþráða áfanga sem náðst hefur með undirritun samnings uppbyggingu menningarhús. Annars vegar að ræða uppbyggingu í Sláturhúsinu og með því að klára byggingu annarra bustorð við Safnahúsið. Samningurinn að öðru leyti lagður fram til kynningar. Fundargerðin að öðru leyti lagður fram til umræðu og samþykktar. Guðmundur Sveinsson Kröger, bæjarfulltrúi. Við lokið við að fara yfir efnislega fundargerðar og mælendaskrá er opin. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, dagskrár. Forseti og góðir fundarmenn, ég ætla að taka hér til máls undir lið 3.8 og það sem kannski sumpart að bera í Bakkafjallalækinn að fagna því að þessi samningur sem komin á þá er nú kannski gleðins líka, það er ástæða til þess að orða það einu sinni enn hversu jákvæð og góð tíðindi það eru að hafa loksins fengið fram samning þetta verkefni og að við sjáum fyrir endan á því að koma hér upp í menningarhúsi sem er búið að vonast til þess að geti orðið hér árum og áratugum saman og ég held að það geti allir tekið undir það að þetta er mikið gleði tíðindi. Það kemur auðvitað í hlut síðan nýra bæjarstjórnar og nýra nefnda að fylgja verkefninu eftir en ég vil bara ítreka það sem ég hef áður sagt á öðrum vettvangi, þakkir til allra þeirra sem hafa unnið að þessu máli sleitulaust á undanförnum árum og kannski ekki síst sérstaklega til núverandi mennta- og menningarmálaráðherra fyrir að hafa siglt málinu í höfn. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sinni. Þórður Már Þorsteinsson, bæjarfulltrúi, dagskrár.
forseti og bæjarfulltrúar og starfsmenn. Það er liður 3.8, samningur byggingu menningarhús og ég ætla að halda áfram að byrja í Bakkafjöllunarlækinn, þannig að fyllist mig bara og fagna því sérstaklega að þessi samningur skuli, það sé að komast á samkomulag þetta við ríkið sem að hefur verið tekið tæp 20 ár. Það hefði ekki verið undirritað 1999 fyrst, það lagt af staði þessa ferð þessa ágætu menningarhúsa hringferð sem lítur út fyrir að sé að fara að ljúka. Það er sennilega tímafrekasta hringferð sem hefur farin landið. En það er bara að fagna því bara en leið er að svona sérstakt að þeirra menn og umhugsunarvert þegar að gerðir eru samningar við ríkisvaldið. Ég átti með því að það er ekki til peningar í allt alltaf en svona umhugsunarefni samt sem áður að skuli taka svona langa tíma efna samkomulag sem að sannarlega var ætlunin að standa við og sé nú loks fyrir endan á, þannig að því ber að fagna bara sérstaklega ánægjulegt að þegar þarna þessi bæjarfulltrúi sem hér talar er að hans tími er að renna út í þessu kjörtímabili og það var alveg sérstaklega ánægjulegt að þetta bara upp á sama dag og síðasti fundur atvinnu- og menningarnefndar var í þessa meirihluta sem að nú er og ég vildi bara þakka og ég ætla að nota tækifærið reyndar nú þegar ég er komin hér upp og þakka öllum þakka bæjarstjórninni allri fyrir mjög góða samvinnu og meirihlutanum og minnihlutanum líka og starfsmönnum sveitarfélagsins og sérstaklega þá kannski ekki síst Óðni Gunnari Óðinssyni sem starfsmanni atvinnu- og menningarnefndar fyrir sérstaklega farsælt og ánægjulegt samstarf þannig að því séu komið. Þannig að þá er ég búinn að koma því til skila og ég vil bara segja takk fyrir mig og nú förum við bara að byggja menningarhús. Takk. Þórður Þorsteinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu. Það er þá fyrst liður 3.1, þeir sem eru samþykktir tillögunni, gefið merki. Það er samhljóða. Það er liður 3.2, Ormsteiti 2018, þeir sem eru samþykktir tillögunni, gefið merki. Það er samhljóða. Það er liður 3.2, örnefnaskráning, þeir sem eru samþykktir tillögunni, gefið merki. Það er samhljóða. Það er liður 3.4, fjölmenningarhátíð, þeir sem eru samþykktir tillögunni, gefið merki. Það er samhljóða. Og það er liður 3.8, samningur byggingu menningarhús, þeir sem eru samþykktir tillögunni, gefið merki. Og það er samhljóða. Þá höfum við afgreitt þennan 3. lið. Næst á dagskrá er 4. liður og það er umhverfis- og framkvæmdanefnd og það er Árni Kristjánsson bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerð og drög að bókunum. Það er ekki taka vatn með þig. Forseti ágætu fundarmenn. Ég kem hér upp og kynni fundargerð 92. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar sem haldið var 23. maí síðastliðinn. Fundargerðin er hér í 19 liðum og ég sýnist að eingöngu hafi verið 15 liðir teknir út til bókunar. Það er fyrsti liður umhverfis viðurkenning. Það er á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar veitti nefndin Eyþóri Hannessyni viðurkenningu fyrir óeigingert starf hans í þá umhverfismála í sveitarfélaginu og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og þakkar Eyþóri Hannessyni óeigingert starf hans í þágu samfélagsins. Með fórnfúsu starfi í þágu umhverfismála er Eyþór öðrum íbúum góð fyrirmynd og hvetur bæjarstjórn alla íbúa sveitarfélagsins til að huga vel að allri umgengni og gæta þess að umbúðir annars sort dreifist ekki út í náttúruna. Það er liður 4.2, norðvestursvæði Egilsstaða deiliskipulag.
og það er deiliskipulagstillaga norðvestursvæðis Egilsstaða. Hún var tekin til umfjöllunar í nefndinni vegna áforma uppbyggingu á lóðinni Lagarós 21-33 og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að farið verði í breytingu á deiliskipulagi norðvestursvæðis Egilsstaða þannig að byggingareitur við Lagarós 21-33 verði stækkaðar til norðurs og austurs og heimilt verði að byggja allt að 2 hæða byggingu. Jafnframt er vakin athygli á skilgreiningu lóðarinnar í aðalskipulagi. Eingöngu að bara minna á að þarna er stofnanalóð, þannig að ef einhverjar breytingar verði á rekstri eða svo sem þarna er þá þarf vantilega að breyta aðalskipulagi. Það liður 4.3 varmadæla í Brúaráskóla fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá tillaga að orkusparandi aðgerðum vegna húshitunar í Brúaráskóla og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að sótt verði styrk til orkusjóðs vegna áforma uppsetningu á varmadælu í Brúarási. Og það er liður 4.4 óskum umsögn starfsleyfis fyrir nuddstofu í Blómangi 2. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá ósk frá haust vegna umsögn vegna starfsleyfis fyrir nuddstofu á Blómangi 2 og eftirfarandi tillaga lögð fram bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og gerir ekki athugasemd við starfsleyfið en bendir haust á að leita umsagna húsfélagsins. Það er liður 4.5 Selskógur deiliskipulag. Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar var lögð fram samantekt frá Teknistofu AKS varðandi deiliskipulag Selskógar. Umhverfis- og framkvæmdanefnd lagði til á 89. fundi sínum að erindi fengi umfjöllun hjá þeim nefndum sveitarfélagsins sem málið varðaði. Nefndin óskaði eftir því að ábendingar bærust fyrir 15. maí, fyrirliggja umsagnir frá ungmennaráði, íþrótta- og tómstundanefnd og atvinnu- og menningarnefnd. Hér hefur verið gerð breytinga á þeirri bókun eða þeirri afgreiðslu sem nefndin lagði til og bókurinn er núna þannig að bæjarstjórn samþykkir fresta málinu og óskaði eftir umsögn náttúruverndar málið. Á þeim tímapunkti sem að nefndin afgreiðti málið var okkur fullkunnugt að ekki lægi fyrir umsögn frá náttúruverndarnefnd að því einfaldlega ekki hafði tekist að kalla nefndina saman. Og starfsmaður sem að sér málefni eða vinnur með náttúruverndarnefnd var inn á fundinu með okkur og útskýrði fyrir okkur í hvernig stöðu þar væri varðandi náttúruverndarnefndina en við ákváðum að samþykkja þetta öðruvísi til þess að koma málun á stað og líka af því að þarna væri við eingöngu að ræða samantekt málið, ekki að afgreiða skipulega eitt eða neitt og að við kæmum því málinu bara í farveg eða á stað, það er byrjað að vinna í því, en ég svo sem ger ekki athugasemd við þessa breytingu. Það er 4.6 breyting á svæðisskipulagi Eyjafjarðar, svo einkennilegt sem það nú er. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá beiðni frá svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar umsögn á skipulags- og matslýsingu vegna breytingar á svæðisskipulagi Eyjafjarðar og þar er bara til að lögð fram að bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og gerir ekki athugasemd við málið eða athugasemd við matslýsinguna. Og það er liður 4.8 umsókn skráningu nýrrar landeigna í fasteignaskrá úr landi Ekkjufell-Sel. Frá umhverfis- og framkvæmdanefnd liggur umsókn skráningu nýrrar landeignar í fasteignaskrá úr landi Ekkjufell-Sels undirritaði Hilmari Gunnlaugssyni fyrir hönd Vök Baths EOF og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn erindið. Og það er liður 4.9 óskum samþykki á nafn og jörð í dreifbýli. Þar var lagt fram erindi frá Ástu Sigfúsdóttur og Kjartani Reynissyni þar sem óskað eftir að sveitarfélagið samþykki nafnið Leyningur á nýbýli þeirra Fossgerði lóð 4 og tillagan er að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn erindið. Liður 4.10 landskipti og sameining landsskipaleikur 1 og 3 fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá erindi Þórólfar Sigurðardóttur þar sem óskað var eftir að skipta út úr skipaleik 1 landnúmer 157023 landsbyldu sem er 14,836 hektarar og sameina hana skipaleik 3 landnúmer 225834 og að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn erindið. Og það er liður 4.11 umsókn skráningu nýrra landeigna í fasteignaskrá Uppsalir. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá erindi frá Kára Helgafelli Jónassyni þar sem óskað eftir skráningu nýrri landareign í fasteignaskrá. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn erindið bendir á að stofnun lóðar leysir ekki landeiganda undan kvöðum skipulags og breyta það deiliskipulagi ef hefja á framkvæmdir á lóðinni. Og það er liður 4.12 malanáma á Eyvindarárdal fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá erindi frá Steinþóri Guðna Stefánssyni fyrir hönd Austurverks þar sem hann óskar eftir að fá keypta möl úr efnisnámu sveitarfélagsins á Eyvindarárdal.
Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að efnisnáman Eyvindarárdal verði rekin af sveitarfélaginu fram til áramóta, skipulags- og byggingarfulltrúa og forstöðumanni þjónustumiðstöðvar verði falin umsjón með rekstri námarinnar. Og það er liður 4.13 beiðnum breytingu aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs vegna Kröflulínu 3 fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá skipulags- og matslýsing fyrir tillögu að breytingu aðalskipulags að aflokinni kynningu. Ábendingar bárust frá Vegagerð og Landgræðslu ríkisins og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að tillagan verði unnin í samræmi við auglýsta lýsingu. Og það er liður 4.14 umsókn um byggingarleyfi vegna breytingar á Ekkjufellssel í fiskþurrkun. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá byggingarleyfis umsókn vegna breytingar á húsnæðinu Ekkjufellssel fiskþurrkun. Það er þó gamla herðishúsið og að eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn erindið og felur byggingarfulltrúa það til afgreiðslu. Og þá er það 4.17 Tjarnaland urðunarstaður og fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd liggur tillaga að umhverfismarkmiðum vegna sorpurðunar í landi Tjarnalands og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn framlagð umhverfismarkmið fyrir urðunarstaðinn á Tjarnalandi. Og síðustu er það 4.18 ráðning fjallskilastjóra. Fyrir liggur tillaga ráðningu fjallskilastjóra í Jökulsárhlíð og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að ráða Benedikt Arnórsson sem fjallskilastjóra í Jökulsárhlíð. Fleira er ekki tekið upp og fundargerðin á öðru leyti lögð fram til kynningar og afgreiðslu eða umræðu afgreiðslu. Ég vil á þessum punkti þakka starfsfólki sveitarfélagsins, þeim starfsfólki sem ég hef unnið með fyrir starfið undanfarin 8 ár og jafnvel 4 árum lengur sumum hverjum og þetta hefur verið svona upp til hópa skemmtilegt og gaman að taka þátt í því starfi sem að ég var kosin eða valinn til en einhvern tímann þarf maður að hætta og það er þá ekki síður að gera það á þessum tíðamótum en einhverjum öðrum að skipta vettvang en eins og ég segi bæði við ykkur sem hér eru og allt starfsfólk sveitarfélagsins þakka ég kærlega fyrir samverðinu og samstarfið. Takk. Árni Kristinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið við að kynna efni fundargerðar umhverfis- og framkvæmdanefndar. Mælendaskrá er opin efni þessara fundargerðar. Björn Ingimundsson, bæjarstjóri Þjórsár. Forseti, góðu fundarverð. Það kom upp undir lið 4.12 Malarnáma og Eyvindarárdal. Þegar að þessi tillaga var rútuð, það lá ekki fyrir verðlisti eða gjaldskrá sem að tillaga gjaldskrá lá fyrst fyrir í dag og ég vil bara kynna það fyrir ykkur og fá síðan að fá heimild fundarins til þess að staðfesta þá gjaldskrá en hún er unnin út frá samanburði við bara út frá markaðsverði eins og það er sem að fengnar upplýsingar frá úr nokkrum námum og frá neysluaðilum. En hún tæki þá gildi frá með 7. júní og verðið er gefin út þetta eru rúmmetraverð á grús óunninu og verðið er 168 krónur per rúmmetr og það er aðeins sölu á óunnu grús að ræða og kaupandi ber fulla ábyrgð á vinnusvæði, hugsetningu, efnis og öllum búnaði. Og mín tillaga er svo að bæjarstjórn samþykki þessa gjaldskrá. Já, Björn Ingimundsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu og kynnt hér þessa gjaldskrá. Orðið er laust. Stefán Bogi Sveinsson,
forseti, ágætt að funda fólk. Ég ætla að taka hér til máls. Þetta er lið 4.2, 4.5 og 4.12. Þannig til í 4.2 þar er lagt upp með að samþykkja að fara í breytingar á deiliskipulagi norðvestu svæðis sem er það sem að er að ræða er við endan á Lagarásnum næst kirkjunni og ég er algjörlega sammála því að það sé rétt að skoða þessa breytingu sem þarna er talað Ég vil þó bara svona í upphafi strax lýsa því yfir. Ég held með þurfum kannski að fara örlítið varlega varðandi það að gera ráð fyrir 2 hæða byggingu þarna á þessu svæði en ég held að það sé alveg hægt að finna út úr því að það sem að áhyggjur mín að snúast þarna er það að eins og þetta stendur í landinu og það getur 2 hæða bygging trónað dálítið vel yfir umhverfið þarna sem sagt að innanverðu en ég hugsa að það sé hægt að nálgast það einhvern veginn í hönnun eða skipulagsskilmálum þannig að það kannski verði dregið úr þeim áhrifum þó að húsið sé að mestu leyti á 2 hæðum. Ég vildi bara minnast á það að það er kannski ekki alveg sjálfgefið eða öllötur það er kannski ekki nákvæmlega sama hvernig byggt er á 2 hæðum þarna upp á það hvernig þetta kemur út í umhverfinu. Aðeins varðandi Selskó og deiliskipulag að ég vil bara þakka fyrir þá vönduðu greinargerð sem þarna liggur að baki og afar góða samantekt á bæði fyrirliggjandi stefnu varðandi Selskó og þeim framtíða möguleikum og ekki síst kannski þeim hugmyndum sem að hafa verið uppi og sumar hverju einmitt hlotið afgreiðslu hér frekari nýtingu svæðisins en ég styð eindregið að það verði samþykkt þessi tillaga að bíða eftir umsögn náttúruverndarnefndar málið. Ég kunnugt það að það hefði gengið erfiðlega að ná nefndinni saman en ég held menn bindir kannski vonum við það að ný náttúruverndarnefnd verði afar spræk og tilbúin til þess að funda mjög fljótt og það verði hægt að koma því við að koma þarna umsögn. Ég tel það eiginlega mikilvægt vegna þess að í ljósi þess að eins og kemur fram í greinargerðinni svæðið er á náttúruminjaskrá og hefur hlotið athygli varðandi þessar náttúruverndarþætti og ég held að það sé nauðsynlegt að fá þessi sjónarmið strax í upphafi auk þess sem þarna er verið að tala að stækka svæðið og það kannski kemur aðeins við hagsmuni annarra landeigenda þarna sem að væri kannski réttast að taka samtal við áður með samþykkja berum orðum að fara í deiliskipulagsvinnu út frá þessari sviðsmynd 3 sem að þarna er lagt upp með. En ég held að það sé engin ástæða til óttast að þetta tefjist úr hófi þrátt fyrir að við bíðum eftir því að þessi hlutir séu kláraðar áður en taka næstu skref. Nú aðeins varðandi við 4.12 það er auðvitað kannski nokkuð óhugnilegt að fá hér inn á fundin tillögu sem ekki fylgdi fundaboðinu en það er auðvitað lagt upp með það að þetta að hvort bæjarfulltrúar séu tilbúnir til þess að samþykkja hana og ég fyrir mitt leyti er tilbúin til þess. Þetta er ekki umfangsmikil tillaga og ekki þannig að ég held okkur sé alveg treystandi til að ná utanum hana, hún er nú ekki efnismeiri heldur en svo en ég hef svo sem alveg fullan skilning á því ef einhverju bæjarfulltrúar teldu að það væri ástæða til þess að gefa mönnum tækifæri til að kynna sér hana betur en ég er ekki á þeirri skoðun og held að við getum alveg afgreitt hana undir þessum lið. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu orðið er enn laust. Þórður Már Þorsteinsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Það kemur með þetta til lið 4.2, norðvestu svæði Eystæðir, deiliskipulaga. Nú er fundarstjóri og fundarmenn. Ég hef einhvern veginn ekki getað opnað eða séð þessi gögn, opnast ekki hjá mér í tækinu en ég það má nú kannski segja að bæjarfulltrúi Stefán Bogi hafi blásið mér örlítið í brjóst svona varðandi það að þarna er verið rísi 2 hæða hús og þetta á maður kannski aldrei að taka afstöðu nema að hafa séð teikningar eða svoleiðis en ég vil samt sem að koma mínum efasemdum á framfæri það að 2 hæða hús þarna slík bygging gangi upp eða svo má segja á þessum stað
sem við þekkjum öll og erum vön að þarna sé þess að bara, ég er ekki að segja að hlutirnir eru óbreyttir allstaðar, en þarna ákveðin punktur, ákveðin staður sem að manni er kannski svolítið kær, svona kringu kirkjuna, og maður vill svona sjá að maður sér vel yfir héraðið. Þannig að ég er að spáði að taka það afstöðu bara að vera á mótvallin tveggja hæða byggingu á þessum stað, og mun greiða atkvæði á móti því. Takk. Þórðarmann Þorsteinsson bæjarfulltrúi við lokum máli sínu. Ég vil allan að vekja athygli á að gögnin opnast í tölvunni hjá mér, þannig að spurning hvort þetta séu iPad-arnir. Þannig að það er ekki það að gögnin opnist allan ekki. En málið er enn laust, orðið er enn laust. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi Björnsveit. Forseti, ágæta fundafólk, ég var fyrir því óláni hér áðan að gleyma því sem að mestu máli skiptir. Ég ætlaði að þakka Árna Kristjánssyni sérstaklega fyrir sín störf í umhverfis- og framkvæmdanefnd undanfarin ár og lýsa því yfir. Það hefur verið ánægjulegt að bæði að vinna með honum og einhverjum og sérlega hefur verið ánægjulegt að vera sessunautur hans undanfarin ár. Og það er náttúrulega ekki fundur nema ég varpaði fram fyrirspurn til bæjarfulltrúans, þannig að ég er í ljósi þess að hann talaði hér áðan það að hann væri að fara að skipta vettvang. Þá velti ég fyrir mig hvort hann er að boða það að hann ætla að fara í framboð til Alþingis. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Árni Kristjánsson bæjarfulltrúi Björnsveit. Ef að Guð lofar að forseta ákveðið fundamenn, ef Guð lofar að þessi hryllingsríkisstjórn leysist upp innan skamms, þá er kannski aldrei að vita nema maður geri það. En ef öllu gamni slepptu, þá er það bara að benda á í lið 42, áður en að menn missa sig nú og byrja að rífa hús hér út á gömlu túnum, að því túnum voru svo flott, að það er talað að það sé leyfi til að byggja allt að. Það er enginn að fara að byggja þarna tveggja hæða hús, það er ekki neinstæðar konar teikningar að tveggja hæða húsum, en hugsanlega í framtíðinni þegar einhver tekur ákvörðun þá má húsið sem byggt verður vera tveggja hæða. Jafnvel, þetta er bara, ferillinn er ekki hafinn, það er ekki búið að auglýsa deiliskipulag, það er engar athugasemdir komnar, þannig að við skulum nú ekki missa okkur í áhyggjum yfir þessu fyrir að afgreiðslu deiliskipulagsins kemur. Árni Kristjánsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu og Þórðarmann Þorsteinsson bæjarfulltrúi óskar eftir að taka til máls. Forseti, það er mál 42. Ég steinglemdi því náttúrulega, ég ætla að gera grein fyrir afstöðu minni í þessu máli og mér er alveg sama þó bæjarfulltrúi Árni Kristjánsson ætla að vera rólegur í þessu, ég ætla að vera mjög órólegur í þessu og bara bóka það að ég ef að fundarritari myndi bóka að Þórðarmann Þorsteinsson bæjarfulltrúi álýst að lýsi sem mótfallin byggingu og tveggja hæða húsa þessum reit og væri það ágætt ef hann verið til í það, hún þarf ekkert að vera flóknari en það. Mér er svo sem alveg sama í hvað stöðu þetta mál er, eða hvað það er statt í kerfinu, en þetta er bara mín afstaða. Þannig að ég lýsi mig mótfallin og vildi gjarnan að það væri bókað lýsi mótfallin tveggja hæða byggingu á þessum reit. Þórðarmann Þorsteinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Mælendaskrá er opin. Hafa ekki fleiri kvassi hljós. Þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu. Ef við að byrja, má ég taka þetta fyrir röð, ef við fyrir að byrja á liðnum honum breytingartillögu? Byrja bara byrjun og klárum út. Þá er það fyrst liður 4.1 sem er umhverfisviðurkenning þess sem er samþykki tillögunni gefur merki. Það er samhljóða. Ég skal bíða. Bara 4.1. Samhljóða.
Þá er það liður 4.2 sem er norðvestursvæði Eiksstaðir deiliskipulag. Þeir sem eru samþykkir tilhögun sem liggur fyrir gefur merki. Það eru einhver á móti. Nei, það er semst 8 atkvæði og 1 situr hjá. Varstu með þarna aðeins bókunum? Það kíkjum að það. Heyrðu, þá er það næst liður 4.3 varmadælulausn í Brúarásskóla þar sem er samþykkir tilhögun í gefmerki. Það er samhljóða. Það er liður 4.4 óskum umsögn vegna starfsleyfi fyrir nuddstofu þeir sem er samþykkir tilhögun í gefmerki. Það er samhljóða. Og það er liður 4.5 Selskógur deiliskipulag þeir sem er samþykkir tilhögun í gefmerki. Það er samhljóða. Og það er breyting á svæðisskipulagi Eyjafjarðar, það er liður 4.6 þeir sem eru samþykkir tilhögun í gefmerki. Það er samhljóða. Og það er liður 4.8 umsókn skráningu nýrra landeigna í fasteignaskrá úr landi Ekkjufellssels þeir sem eru samþykkir tilhögun í gefmerki. Það er samhljóða. Og það er liður 4.9 óskum samþykki á nafni á jörð í dreifbýli þeir sem eru samþykkir tilhögun í gefmerki. Það er samhljóða. Og það er liður 4.10 landskipti og sameining lands þeir sem eru samþykkir tilhögun í gefmerki. Það er samhljóða. Og það er liður 4.11 umsókn skráningu nýrra landeigna í fasteignaskrá þeir sem eru samþykkir tilhögun í gefmerki. Það er samhljóða. Og þá er það liður 4.12 og það er malanáma á Eyvindarárdal og þar er þá að við bætum við bókunina bæjarstjórn samþykkir og hafa 2 tillögur. Ok. Já. Þeir sem eru samþykkir tillögunni sem liggur fyrir óbreytt gefur merki. Það er samhljóða. Þá væri það önnur tillaga. Varstu nokkuð að koma með eitthvað aðalega á hana? Það er eins og leiðin tölvpústi. Jú, hún er komin til því. Já, einhver með þess. Já, þetta er en er ekki bara hljóðar ekki til að bara bæjarstjórn samþykkir verðskrá? Málanám Sveitarfélags Eyvindarárdal. Já. Grús og 168 krónur. Bæjarstjórn samþykkir verðskrá malanámi Sveitarfélagsins á Eyvindarárdal, grús óunnin 168 krónur fermetrinn. Rúmmetrinn, fermetrinn, rúmmetrinn, sjálfsögðu. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki. Það er samhljóða. Herfi, þá er það liður 4.13 beiðni breytingar á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs vegna Kröflulínu 3. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Það er samhljóða. Það er liður 4.14 umsókn byggingarleyfi vegna breytinga á Ekkjufellsseli. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Það er samhljóða. Og það er liður 4.17 Tjarnarland urðunarstaðar þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki.
samhljóða. Og það er liður 4.18, ráðning fjallskilastjóra. Þeir sem eru samþykkir tillögunni, gefið merki. Það er samhljóða. Þá skoðast þessi afgreitt þennan fundarlið. Næst á dagskrá er 5. liður og það er fræðslunefnd Fljótsdalshéraðs og það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerðina og drög að bókunum. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég er hér að kynna fundargerð fræðslunefndar. Það er fundur nr. 262. Fundargerðin er í 4 liðum og 2 þeirra hafa verið teknir út. Það er liður 5.2, skipulag leikskólastarfs í leikskólanum Tjarnaskógi, skólaárið 2018-19. Á fundi fræðslunefndar kynntu fræðslustjóri og skólastjóri Tjarnaskógar undirbúning fyrir tímabundna viðbótardeild við leikskóla Tjarnaskóg sem verður starfrækt næsta vetur vegna þeirra ánægjulegu staðreyndar að óvenjulega mörg börn verða á leikskólum næsta vetur. Á þeirri deild verða yngstu börn leikskólans og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir við fræðslunefnd og fagnar því að lausn hafi fundist svo hægt sé að mæta fyrirliggjandi þörf á komandi hausti. Síðan er það liður 5.3, það er framkvæmdir við Hádegishöfða og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu fræðslunefndar samþykkir bæjarstjórn að unnið verði áfram með fyrirliggjandi tillögu að viðbyggingu við leikskólann Hádegishöfða og leggur áherslu á að tillagan verði kynnt fyrir starfsfólki og foreldrum. Jafnframt er óskað eftir að skoðuð verði hugsanleg áhrif frá spennistöðinni sem er við leikskólalóðina og fengnar upplýsingar kostnað við að færa stöðina. Og að öðru leyti er þessi fundargerð að lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Fyrst að ég er hér komin upp þá langar mig til þess að nota tækifærið og þakka þeim bæjarfulltrúum sem að nú er að sitja sem síðasta bæjarstjórnarfund og þeim sem er að hverfa á bæjarstjórn. Ég vil bara þakka þeim kærlega fyrir ánægjulegt samstarf á síðustlum 4 árum. Óska þeim bara velfarnaðar í sínum nýju störfum fyrir samfélagið. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er laust efni þessara fundargerðar. Hafur enginn kvast á hljós, þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu. Það er þá fyrst liður 5.2, skipulag leikskólastarfs í leikskólanum Tjarnaskógi. Þeir sem eru samþykkir tillögunni, gefið merki. Það er samhljóða. Og það er liður 5.3, framkvæmdir við Hádegishöfða. Þeir sem eru samþykkir tillögunni, gefið merki. Það er samhljóða. Þá höfum við afgreitt þennan 5. lið. Næsti liður á dagskrá er 6. liður og það er félagsmálanefnd. Þar liggur fyrir fundargerð og það er ekkert tekið út en fundargerðin er til umræðu. Ef einhver hefur huga á hvað þessi hljóðs. Og svo er ekki, þá förum við bara yfir í næsta lið. Og það er 7. liður á dagskrá og það er íþrótta- og tómstundanefnd og það er Guðmundur Sveinsson Krauji bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerðina og drög að bókunum. Forseti og ágætu fundarmenn, það er fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 42. Hún er í 7 liðum og það er 5 liðir teknir út. Og það er fyrst að nefna lið 7.3, sumarnámskeið 2018 styrkbeiðni. Fyrir liggur tölvupóstur frá Árna Pálssyni vegna beiðni styrk fyrir sumarnámskeið félagsmiðstöðvarinnar Nýjung og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu íþrótta- og tómstundanefndar samþykki bæjarstjórn að tómstundarnámskeið fyrir börn á aldrinum 10 til 12 ára sem stýrt er af starfsmönnum félagsmiðstöðvarinnar Nýjungar
verið styrkt krónur 200.000 og tekið af lið 0689. Það liður 7.4, það dansnámskeið styrkumsókn og fyrir liggur styrkbeiðni frá Svanhvíti Antonsdóttur fyrir dansnámskeiði og það eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu að Íþrótta- og tómstundanefndar samþykki bæjarstjórn að námskeið verið styrkt krónur 100.000 sem tekið verði af lið 0689. Það liður 7.5 fjárhagsáætlun Íþrótta- og tómstundanefndar fyrir 2019 og það eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa áherslu nefndarinnar til vinnu við lokafrágang fjárhagsáætlunar á komandi hausti. Liður 7.6 æskulýðsstefna Fljótsdalshéraðs. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með Íþrótta- og tómstundanefnd og lýsir ánægju sinni með vandaða vinnu við æskulýðsstefnu fyrir sveitarfélagið. Að tillögu Íþrótta- og tómstundanefndar samþykki bæjarstjórn æskulýðsstefnu Fljótsdalshéraðs. Og að lokum það liður 7.7 umsókn styrk Urriðavatnssund 2018. Fyrir liggur umsókn styrk vegna Urriðavatnssunds 2018 og þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu Íþrótta- og tómstundanefndar samþykki bæjarstjórn að verkefni verið styrkt krónur 100.000 sem tekið verði af lið 0689. Fundargerðin auðvitað lögð fram til kynningar og umræðu. Ég langar með þess að ég er nú stend hér í púlti í síðasta sinn, þá langar mér bara að þakka fyrir samstarfi á síðasta kjörtímabili og óska nýrri bæjarstjórn bara velfarnaðar í komandi verkefnum sem framundan eru og ég langar með að þakka sérstaklega atvinnu- og menningarnefnd fyrir mjög svo frábært samstarf á þessum tíma og ekki síst starfsmanni nefndarinnar sem fyrir mjög gott samstarf. Takk. Guðmundur Sveinsson Freyr hefur lokið máli sínu. Orðið laust efni þessara fundargerðar, 7. liðar á dagskrá. Það engin kvætt sér hljós. Það mæli dagskrá loka og við göngum til afgreiðslu. Það þá fyrst liður 7.3 sumarnámskeið 2018 þar sem samþykki tillögunni gefur merki. Það samhljóða. Það liður 7.4 dansnámskeið styrk umsókn þar sem samþykki tillögunni gefur merki. Það samhljóða. Og það liður 7.5 fjárhagsáætlun Íþrótta- og tómstundanefndar þar sem samþykki tillögunni gefur merki. Það samhljóða. Það liður 7.6 æskulýðsstefna Fljótsdalshéraðs þeir sem samþykki tillögunni gefur merki. Það er samhljóða. Og það liður 7.7 umsókn styrk Urriðavatnssund 2018 þeir sem samþykki tillögunni gefur merki. Og það er samhljóða. Nú skoðast þessi liður afgreiðslu hjá okkur. Þá var það 8. liður á dagskrá og það er ungmennaráð Fljótsdalshéraðs og það er Björn Ingimarsson bæjarstjóri sem kynnir fundargerðina og drög á bókunum. Forseti, góðir fundarmenn. Það fundargerð 69. fundar ungmennaráðs sem var 24. maí síðastliðinn og fundargerðin í 3 liðum. Þar einn tekin út með liður 8.2 ungmennaþing 2018. Ályktun ungmennaþings sem haldið var 12. apríl 2018 liggur fyrir fundinum eða lá fyrir fundinum og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs tekur undir með ungmennaráði varðandi það að ungmennaþing sé nauðsynlegur vettvangur til að ná til ungs fólks í sveitarfélaginu. Bæjarstjórn styður það að ungmennaþing verði haldið 11. apríl 2019 og beinir því til grunnskóla sveitarfélagsins og menntaskólans á Egilsstöðum að taka til þess varðandi skipulagningu skólastarfs. Þetta þá fundargerðin lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Björn Ingimarsson bæjarstjóri hefur kynnt efni þessarar fundargerðar. Mælendaskrá er opin. Það
engin kvart sér hljós, þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu. Það er einn liður tekinn út, það er liður 8.2 ungmennaþing 2018. Þeir sem eru samþykkir tillögunni sem liggur fyrir gefa merki. Það er samhljóða. Þá höfum við afgreitt hennar lið. Næst er það 9. liður og það er samþykktir ungmennaráðs. Þetta var á fyrri umræða var á dagskrá síðasta bæjarstjórnarfundar og það er þá seinni umræða núna. Og þarna liggur fyrir tillaga að bæjarstjórn samþykki við aðra umræðu fyrirliggjandi samþykktir ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs en orðið er laust þennan lið. Stefán Bói Sveinsson, bæjarfulltrúi Gjálsbæ. Forseti, ágæta fundafólk, sem bara komið hér upp stuttlega og lýsa yfir bæði stuðningi mínu við þessar tillögur að breyttum samþykktum og kannski ekki síst lýsa yfir ánægju minni með það að þessar hugmyndir breytingarnar koma að neðan. Það er ekki það að hér séum við í bæjarstjórninni að bæjarráði að vinna því að breyta skipulaginu ungmennaráðinu, heldur kemur þetta frá ungmennaráði sjálfu og ég verð að lýsa yfir eindreginni ánægju minni með starf ungmennaráðs að undanförnu og hvernig það hefur í rauninni þróast og verið gríðarlega kraftmikið og komið í rauninni mörgum málum á dagskrá hjá okkur hér innan sveitarfélagsins eins og við sáum raunar hér áðan undir fundargerð ungmennaráðsins og ég bind mikla vonum við það að þessi þróun haldi áfram og þess vegna finnst mér meira en sjálfsagt að bregðast við óskum ráðsins ákveðnar breytingar til þess í rauninni að efla starf þess enn frekar og vonast til þess að það skilir sér í þá bara þeimur kraftmeira starfi þegar framleiða stundir. Stefán Bói Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Orðið er enn laust. Þá ekki fleiri kvart sér hljós. Þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir tillögunni sem þarna liggur fyrir gefa merki. Það er samhljóða. Næsti liður á dagskrá, það er 10. liður og það er aðgerðaáætlun gegn einelti, ofbeldi, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og það er Björn Ingimarsson bæjarstjóri sem ætlar aðeins að fara yfir málið og kynna fyrir okkur. Forseti og góðir fundarmenn, já, það liggur hérna fyrir aðgerðaáætlun gegn einelti, ofbeldi og kynferðislegri og kynbundinni áreitni. Þessi áætlun var tekin fyrir og unnin fyrir jafnréttisnefnd og afgreitt á fundi jafnréttisnefndar 10. apríl síðastliðinn. En má ég að segja vegna mistaka þá fórst fyrir að leggja áætlunina þá fyrir fund bæjarstjórnar. Þannig að það er ástæðan fyrir að hún kemur ekki fyrir fund bæjarstjórnar fyrir en núna. En þar jafnréttisnefnd bókaði á fundi sínum 10. apríl að nefndin mælist einnig til þess að aðgerðaáætlun gegn einelti, ofbeldi og kynferðislegri og kynbundinni áreitni verði staðfest af bæjarstjórn sem fyrst, þó svo hún verði síðar afgreidd sem hluti af endurskoðaðri starfsmannastefnu Fljótsdalshéraðs. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi aðgerðaáætlun Fljótsdalshéraðs gegn einelti, ofbeldi, kynferðislegri og kynbundinni áreitni. Björn Ingimarsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu og orðið er laust efni þessara liðar. Stefán Bói Sveinsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágæta fundafólk, sé ástæða til að fagna því skrefi að hér liggi fyrir til samþykktar aðgerðaáætlun með viðbrögð við hvers kyns ofbeldi. Vil hins vegar bara ítreka það að með setningu eða með samþykkt slíkrar áætlunar þá náttúrulega erum við kannski ekki komin hálfa leið í verkefninu. Heldur þarf stöðugt að í rauninni að vera að kynna þetta plagg fyrir öll okkar starfsfólki og kannski sérstaklega yfirmönnum og halda því að
þessu fólki að þessi áætlun sé til staðar og hvert efni hennar og einmitt það sem kannski kemur fram í plagginu sem að kannski mikilvægast er að það er ekki í boði að bíða eða gera ekki eitthvað þegar mál af þessu tagi kom upp hver svo smá í hlut heldur það þarf að grípa til aðgerða og þarna ákveðin leiðarvísir það hvernig á að bera sig að við það og það er mikilvægt að allir starfsmenn og allir forstöðumenn gerir sig grein fyrir því að hér til staðar áætlun og það er ætlast til þess að það sé farið eftir henni og brugðist við þegar slík mál komu og það sé gert hratt og örugglega. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það hafa ekki fleiri kvarts og hljós. Það var mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu. Þeir sem samþykkir tillöguna sem þarna liggur fyrir, gefur merki. Það er samhljóða. Þá er það 11. liður og svo síðasti dagskránni. Það er umsókn rekstrarleyfi til sölu gistingar eða Vínland. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir sölu gistingar í flokki 3 af Vínlandi. Umsækjandi er Stísa EHF. Fyrir liggur jákvæð umsögn Heilbrigðiseftirlits Austurlands. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram með vísan til 2. málsgreinar 9. greinar stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og 2. málsgreinar 27. greinar reglugerðar nr. 1277/2016 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsókn og staðfestir jafnframt að afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsóknin lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til Umsögnin er veitt með fyrirvara endanlega umsögn byggingafulltrúa. Bæjarstjórn bendir á að eldvarnareftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsögnum beint til sýslumanns. Orðið er laust þennan lið. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo. Forseti, góðir fundarmenn. Ég kem hér upp til þess að lýsa yfir stuðningi við þessa tillögu. Það er kannski ekki meginmálið, heldur langar mér þar sem að þetta er nú síðasti liður á dagskrá bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili. Þá langar mig sérstaklega til þess að þakka bara fyrir það góða samstarf og þá vinnu sem hefur hér farið fram á kjörtímabilinu og sérstaklega beini ég þökkum og velfarnaðaróskum til þeirra fulltrúa sem að kveðja þennan vettvang núna og óska þeim alls síns besta, en jafnframt vil ég þá líka vonast til þess að samstarfið og vinnan innan nýrrar bæjarstjórnar verði með slíkum ágætum eins og verið hefur hér undanfarið kjörtímabil. Þá vil ég og þakka öllum starfsmönnum kærlega fyrir samstarfið. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Orðin er enn laust þennan lið. Það var ekki fleiri kvaðsir hljós. Þá er mælendaskrá loka og við göngum til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir, þetta sést 11. liður, umsóknir rekstrarleyfi til sölu gistingar. Þeir sem eru samþykkir tillögum sem liggur fyrir gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Já, þá er dagskráin tæmd, en ég vil kannski bara fyrir hönd bæjarstjórnar þakka, það hafa nú ýmsir komið hér upp og þakka þeim sem eru frá að hverfa, en það eru 5 bæjarfulltrúar sem að kveðja bæjarstjórnina núna þessi sinni. Það er Sigrún Blöndal, það er Þórður Már Þorsteinsson, Árni Kristinsson, Páll Sigvaldason og Guðmundur Sveinsson Krauja. Og ég vil bara þakka öllum kærlega fyrir gott samstarf. Þetta er, eins og ég sagði í upphafi fundar, síðasti fundur þessara bæjarstjórnar. Hún verður öðruvísi samsett þegar við setjumst hér aftur að þessu borði og þetta er einnig síðasti fundur í bili minn hér sem
forseti bæjarstjórnar. Þannig ég vil líka bara kærlega þakka öllum bæjarfulltrúum og starfsmönnum hér á Fljótsdalshéraði kærlega fyrir samstarfið. Já, og bara óska þess líka að bara ný bæjarstjórn sjálfsögðu komið til með eiga bara jafn gott samstarf og þessi. En við ætlum ekki að við ætlum ekki að slíta fundi fyrir en við höfum lokið við undirrita fundagerðina, en við ætlum að rjúfa hér með útsendingu. Takk fyrir.